Já, verið velkomin í Game TV. Þetta svona sérstakur þáttur til að fagna útgáfu nýs íslensks tölvuleik sem var að koma út og við ætlum að heyra í framleiðendunum. Það Kristinn Bragi Garðarsson sem að hefur býr í Kaupmannahöfn og er í beinni þaðan og ætlar að segja okkur allt af leiknum og svona hvernig þetta var til og þar fram til göttunum. Heyrðu, leikurinn heitir Temple of Starlight. Er þetta verkefni sem þú búin að vera að vinna lengi að? Í 1,5 ár cirka Ok. og erum að gefa nút núna loksins. Mhm. Við byrjuðum að vinna þegar á fyrstu önnin okkar í masternum í skólanum og Ok. höfum verið að gera hann sem hluti af verkefninu í skólanum. Ok. Svona basically afsökun til þess að vera að vinna á tölvuleik Mhm. og þannig höfum við fengið að vinna á honum svona lengi með skólanum. Já, glæsilegt. Og hvað er þetta stórt teymi? Eru þið margir sem eru búin að vera að vinna að leiknum? Við erum 5. Mhm. Við byrjuðum 6 fyrstu önnina en síðan fór einn og gerði eitthvað annað. Ok. Og já, og hann var forritari þannig að það var svolítið sárt að missa hann. Þannig að við erum bara 2 forritarar. Ég er svona hálfforritari Ok. og síðan eru hin 3 þau eru í list. Sem Já. sagt, modeling, að gera 3D models og já, sem sagt að sjá til þess að leikurinn lúkkar vel. Já, og það gerir hann svo sannlega. Hann er með svona sérstakt lúk og við erum komin hérna inn í leikinn. Ég er búin að vera að spila hann aðeins. Ég er komin hérna, ég veit nú ekki alveg hvað borðið þetta er. Nei, hérna er ausa og þetta er bara eins og að vera mættur í baðstofuna. Það er ausa og fata, þetta er, eða finska sánu, ég veit það ekki, annarkvort. Þetta er, getur þú sagt okkur með hana, sko, þessi grafíkstíl? Ég ætla bara að segja, ég er náttúrulega eldri en sólin og spilaði mikið, leiki í Single Spectrum og þar var ekkert fyrir að fara mjög flókinni grafík. En hún var oft svona, það er svo flottu stíli við þessari. Það minnir mig á suma leiki sem ég var að spila þar. Mér sé að litirni líka, sko. Já, Mér finnst það alveg geggjað, sko, stíllinn er bæði functional líka og svo er hann inspiraður af öðrum leik sem heitir Anti-Chamber Ok. sem er mjög svipaður nema þá eru línuna svartar og allt er hvítt Ok. og en það er mjög functional út af því að þegar þú lýst ljósinu Já. þá viljum við að spilarinn veit hvað ljósið er að lýsa þannig að það má ekki vera neitt það sem heitir drop eða fade out af ljósinu. Mhm. Þannig að eins og þú sér þarna þú sér nákvæmlega hvar bláa ljósið lýs Mhm. og þannig er auðvitað að spila leikinn. Mhm. Þetta lítur mjög vel út. Svo var það bara eiginlega tilviljun að það leit svona svakalega vel út, sko. Já, þetta kemur mjög vel út og svona sérstakur stíl. En hvað getur svona sagt okkur spilunum í leiknum? Þetta er svona þrautaleikur, eða ekki? Jú, hann er sem sagt þú verður að blanda ljósinu þegar þú fer lengra í leikinn þá koma fleiri mechanics. Núna ertu bara að kveikja og slökkva og þá kemst áfram. En síðan þarftu að blanda grænum og rauðum eins og þarna sérðu gulan og þá getur þú kveikt á ákveðnum hlutum bara með gulum. Já, En eina sem að þú hefur stjórn á er grunnlitinir, grænn, rauður og blár. Og sem sagt, þá erum við að svona nokkuð veginn kenna spilarnum hvernig á að blanda þessum litum og hvaða litur kemur. Þannig að þegar maður er búinn að spila leikinn þá veit maður svona aðeins betur. Og svo svo gengur þetta bara út á að komast að kominu okkur útgangshurð sem að þetta er bara allt svona í herbergjum, eða ekki? Svo það er að finna leiðin út úr hverju herbergi. Það er bara mjög isolated þrautir í herbergjum. Hér er komið eitthvað fullt af fólki hérna, hvað er að gerast? Þetta er agalega fínt. Hvað er eitthvað söguþráður eða hvernig virkar þetta? Já, sko, framleiðslan á leiknum. Já. Fyrstu önnina þá voru við mjög bara hyperfókust á að gera þrautirnar. Ok. Og það var engin söguheimur og engin saga og það voru sumir sem að kvörtuðu undan því. Þannig að við ákváðum að eyða annarri önn í að bara gera góða sögu. Ok. Þannig að við ákváðum að implementa svona branching narrative heitir það.
fyrir ekki, ég veit aldrei íslenska orðin á öllu. Nei, þetta sé bara, þetta sé, Og þá spilar þú sem grænið þannig og við kölluðum karakterina bara eftir litunum, rauður, grænn og blár. Og söguheimurinn sem sagt, virkar þannig að það artificial starlight sem að þau sem sagt nota í sínu samfélagi, en það að dvína og bara þau vita ekkert hvað þau ætla að gera og þetta sem sagt fólk sem að svona rulers og þú spilar sem græni og svolítið svona mediator og þú verður að taka ákvarðanir, þú veist, hvort ætlarðu að fylgja rauðum eða bláum. Ok, þannig að ég bara strax, þannig að það skiptir máli hvað ég vel núna eða? Þetta svakalega rautt eða blátt. Skiptir minna máli í byrjun, því að þetta bara svona svolítið tutorial núna. Já, ok, þannig að þetta, og það kom fleiri svona valmöguleika þegar líður á leikinn, það velja á milli. Já, ok. Hér þetta strax svo flókið, þetta eru 3 takkar. Oh my god. Þetta algjört vissin. Hvað býðu þá? Já, eða kannski ekki mikið vissin, en já, ok. Þannig að þetta bara snýst bara helviti flækist þetta rætt. Þetta svakalegu leikur. Hér hún risa borð, sko. Komið gamalt bekkur, þetta innblásið að strætóbekkinum með það? Jú, það flottur. Þetta skemmtilegt. Allskinn svona gamaldags stöf. Þess að núna ertu að spila í gegnum fyrsta þemað, þar sem að, man ekki hvað við kölluðum það, en þá það svolítið svona eins og þú sért í litlum krútlu marketplace eða eitthvað. Já. Og við þurftum að ákveða þema út af því að við vorum að vinna í parallel, þar sem að þau 3 voru að dekorata eða setja öll þessi assets í heiminn og ég var að vinna að hljóðun á sama tíma. Okay. Og til þess að myndi samræmast þá þurftum við að afkvæða það fyrirfram og svo breytist það þegar þú ert að fara í gegnum leikinn. Ok, nú til dæmis maður sjá, þetta orðið algjört vissin. Eitthvað hægt að gera meira? Það að snúa einhverju og svona, gera eitthvað? Snúa ljósunum? Þetta bara íta á takkana eða ekki? Sko, það kemur í framtíðinni eða þegar þú heldur áfram þá bætist svona hægt og hægt inn. Við vorum sem sagt, við vildum ekki overwhelma, við vildum ekki að fólk myndi festast strax, þannig að við kynnum hægt og rólega nýja mechanics. Okay, þannig að núna þetta bara svolítið ít og taka. Já. Þannig að þú svona svolítið að melta það, hvernig leikurinn virkar. Já. Sem að mjög inspirað af, ég veit ekki hvort þú hefur spilað Witness. Jú. Frábær þrautaleikur. Já. Og svo náttúrulega Portal, Já, þetta svolítið, það var að fyrsta sem ég dætti við Portal. Hann alltaf geggjað, sko. Já, þetta ótrúlega sniðugt, þannig að þetta henta mjög vel fyrir mig, sko. Ég hafði til og með að stoppa mjög snemma í leikjum, sko. Þannig að ég gríðarlega þakkláttur fyrir þetta að, verð ekki að stoppa mann svona alveg strax. Nú komin allskyns litir hérna, ég veit ekki hvernig ég á að fara þessu við. Þetta er flókið. Ég held að ég sé bara stopp í leiknum. Nei, býtur nú við. Ég held að skeiti. Býtur nú, sko, ég kemst þetta yfir en ég þarf að slökkva á þessu bláa, ekki? Já, þannig að þú sérð að loka hurðin, hún blá. Já. Þannig að þá getur þú notað útilokunaraðferð og hugsað að þetta ljós þarna, sem núna til hægri, það má ekki vera blátt. Þetta ljós þarna sem að lýsa á hurðina núna á ég við. Já, ég skil. Ok. All right, þetta setjum við bara í rautt þá. En maður þarf að komast á milli samt, þannig yfir brúna. Þetta skiptið. Það ekki? Þannig að þetta ljós á að vera grænt og síðan ljósið sem vinstra megin. Þetta þetta magnað. Ég kemur ekki einhver veggur hérna. Þetta. Ok, þetta á að vera blátt eða ekki? Nei, jú, það er vel að vera blátt. Ég kemst það ekki. Já, maður getur blandað náttúrulega, ekki? Maður fann að blanda það? Nei, ekki
strax. Nei, ekki strax. Nei. Þetta svo gerður rautt þá vera í rauninni grænt. Ok. Þannig að þú fer tilbaka og breytir því í grænt. Það er grænt hérna. Og svo breytir ljósinu sem er grænt núna í blátt. Ég held að það sé lausnin. Já, ok. Þá þarf ég að fara í að henda þessi í rautt. Nei, veitu, ég þarf að... Þetta magnaði maður. Þetta er, já, ég stoppa mjög snemmi í svona leikjum. Ég viðurkenni það bara. Þetta er þetta skrítið. Nú vantar við að komast hérna yfir, maður. Nei, drást. Já, ok. Ég finn út úr þessu, þetta einn. Þetta er allavega, þetta getur sett upp mjög áhugaverðar aðstæður. Þannig að svo segir að það koma inn fleiri mechanics þegar lengra líður. En hvernig er hérna, hvað er þetta mörg borð og hvað er þetta stór leikur? Ég veit það ekki nákvæmlega, út af því að þegar við vorum að gera borðin fyrst, þá voru 18 borð og síðan bættum við inn og við bættum ekki bara inn eftir á, við bættum inn svona á milli og fælanir heita þá, þú veist, 14A, 14B, þannig að ég veit ekki nákvæmlega töluna, en ég held að séu cirka 30 og eitthvað. Já, það er bara ansi gott, ég að þetta, náttúrulega væntanlega þegar þetta flækist meira, þá verður þetta að verða vesen. Já. Herri, ég komst hérna yfir á þetta maður, hvað þetta og ég er að fara að breyta þessu eitthvað ekki? Þetta er eitthvað skylt í ljós hérna. Það á að vera blátt þetta. Nákvæmlega. Já, því, vá, þetta er að gerast. Þetta og þetta á að vera grænt eitthvað. Nei. Wow, ég held að ég komist áfram. Vá. Já, ég kemst í völd að leiðar enda, ég er bara stundur svolítið lengi. En þetta er allavega mjög gott, þetta er gott dæmi. Og hann er semst, leikurinn er bara, ég veit ekki þegar þetta byrtist, vantilega getum sagt bara hans er komin allavega á Steam, það er útgáfað 24. janúar. Já. Og fólk getur bara farið þarna, ég meina, þetta er bara geggjaður leikur, ég mæli með að fólk tekja á þessu. Þetta er virkilega, nei, þetta er bara dagunum fyrir mig, sko, þetta borð. Já, ég bara, ég sé það strax, þetta verður eitthvað, ég þarf eitthvað að fara vel í að hugsa þetta, sko, en ég fyrir að því. En hvað er, þetta verkefni komið út núna, hvað er næst? Hvað er eitthvað sem þið eru með á teikniborðinu eða eitthvað sem þið persónulega langar að gera meira með þetta? Sko, við þurfum að náttúrulega vinna mastersritgerðinni og við ætlum að halda áfram að nota afsökunina að gera tölvuleiki. En við erum að vinna samstarfi með fólki frá Bandaríkjunum sem við hittum sem að félagi minn sem ég er að vinna með hitti á Meaningful Play Conference sem hann fór til á síðustu önn og hún er hérna greinilega svaka stórt nafn og hérna hún er til dæmis var á board hjá það sem heitir Games for Change, ég veit ekki hvort þú hefur heyrt það. En núna er hún með svona campaign að upplýsa fólk svona misinformation og disinformation. Þannig að við erum í samstarfi við þau að gera tölvuleik sem að mappar það í game mechanics og það er bara ennþá að bruggast þetta samstarf þannig að við erum ekki byrjuð á masternum, við byrjum í febrúar þannig það er planið og þá verður nýji leikurinn, hann mun heita annarkvort Spymaster eða Web of Flies en nafnið er líka ekki alveg komið á reynd. Þannig að þetta er allt í vinslu. Þannig að já, ég segi bara gangi ykkur vel með leikinn og bara gaman að fá því í viðtal og fá svona aðeins að vita meira hann og við náttúrulega hvetjum fólk bara til að fara rakleitt inn á Steam og fá sér leikinn. Þetta er ekki mikið fjárfesting, hann kostar lítið en fáið helling. Þetta er bara gaman að styðja við svona leikjaframleiðslu. Ég elska svona leiki sem að gera öðruvísi hluti bæði í grafík og spilun og fleira, þannig að bara til hamingju með þetta. En við bara þökkum kærlega fyrir enn og aftur og bara gangi ykkur vel með þetta og þú endilega hefur samband þegar næsta verkefni bankar upp á og við mjög mikið áhuga að fylgjast nána með því sem þið eru að gera. Já, gerum það. Takk fyrir í dag. Já, takk fyrir.